Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 9. mars er fyrsti sunnudagur í föstu. Þema dagsins er freistingin, prófið. Lexían sem ég tala út frá segir okkur hvernig Adam og Eva féllu fyrir freistingu og færðu synd inn í þennan heim. Í pistlinu skrifar Páll: Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Og í Guðspjallinu fer Jesús út í eyðimörkina og er freistað af djöflinum. En við skulum byrja þessa stund eins og venjulega á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þar sem texti lexíunnar í dag er langur, hef ég ákveðið að skipta honum niður í 2 hluta. Og fyrri hljóðin hljóðar svo, og það er 1. Mósebók 3. kafli. Höggormurinn var slóttugri en öll dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gert. Hann sagði við konuna: Er það satt að Guð hafi sagt að þið megi ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Og konan sagði höggorminum: Við megum eta af ávöxtum trjánna í aldingarðinum, en ávöxt trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum sagði Guð: Af honum megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munu þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna: Sannið til, þið munið ekki deyja. En Guð veit að leið og þið etið af honum, ljúkast augu ykkar upp og þið verðið eins og Guð og skynjið gott og illt. Þá sá konan að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðleiks. Hún tók af ávexti þess og át og gaf einnig manni sínum sem með henni var og hann át. Þá lukust upp augu þeirra beggja og þeim varð ljóst að þau voru nakin. Þau saumuðu því saman fíkjuviðarblöð og gerðu sér mittisskýlur. Þá heyrðu þau til drottins Guðs sem gekk í aldingarðinum í kvöldsvalanum og maðurinn og kona hans földu sig fyrir augliti drottins milli trjánna í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði: Hvar ertu? Og hann svaraði: Ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur því ég er nakin og faldi mig. Hann sagði: Hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? Maðurinn mælti: Konan sem þú hefur sett mér við hlið, hún gaf mér af trénu og ég át. Þá sagði drottinn Guð við konuna: Hvað hefurðu gert? Og konan svaraði: Höggormurinn tældi mig og ég át. Og þannig hljóðar fyrri helmingur hins heilaga orðs. Já, þema dagsins er freistingin, prófið. Eins og við vitum þá urðu valdaskipti á þessari jörð þegar Adam og Eva féllu fyrir freistingu höggormsins. En almennt er talað syndafallið í því sambandi. Það sem gerðist var að Adam og Eva voru of saklaus og báru óbilandi traust til Guðs sem skapaði allt, líka höggorminn. Þau hafa treyst því að fá aðeins góð ráð, en hið illa er lævist eins og krabbamein sem læðist aftan að manni og því fylgja engir verkir fyrr en sjúkdómurinn er of langt genginn. Höggormurinn byrjaði á því að sá Eva: Er það satt? Í stuttu máli sagt þá féllu þau fyrir þeirri freistingu að treysta röngum aðila. Með þessu einfalda broti að óhlýðnast Guði höfðu þau valið sér annan höfðingja. Höfðingja sem Jesús sagði að hafi síðan þá og væri nú höfðingi þessa heims. En hann yrði dæmdur í lok tímanna. Þessi sami höfðingi reyndi að freista Jesú í eyðimörkinni.
Guðspjall dagsins segir að djöfullinn hafi tekið Jesú með sér upp á ofurhátt fjall og sýnt honum öll ríki heims og sagt: Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. En Jesús sagði við hann: Vík brott, Satan. Málið snýst hvern við tilbiðjum. Á hvern setjum við allt okkar traust. Eftir að hafa vantreyst Guði voru hjónin brottræk úr ríki hans. En Guð vildi samt ekki gefast upp á manninum sem hann skapaði í sinni mynd. Og í pistlinum skrifa Páll að í dag sé hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Við getum valið að treysta Guði fyrir lífi okkar. Við höfum tækifæri til að velja að búa í ríki hans. Ríki sem Jesús sagði að væri ekki af þessum heimi. Ríki sem býður upp á áhyggjulaust líf í fullri gnægð. Þegar hjónin höfðu syndgað, misstu þau dýrðarklæðin, urðu nakin, hrædd og földu sig. Nakin erum við berskjölduð og óttinn og tilhneigingin til að fela sig fylgir þegar við vitum að við höfum brotið af okkur. Og sannleikanum samkvæmt kenndu þau höggorminum að hafa tælt sig til brotsins. Hann tældi þau og þau létu tælast og enn í dag látum við tæla okkur. Við hlýðum rödd sem telur upp hverja ástæðuna á fætur annarri til að réttlæta verk þegar við vitum betur. Þegar við keyrum of hratt af því að við erum að flýta okkur og teljum ekki nema það til skatts sem við komst ekki hjá, svo það algengasta sé talið. Enginn í þessum heimi undanskilinn að láta tælast og í síðari hluta lektíunnar fáum við hugmynd ástæðuna. Síðari hluti lektíunnar á þessa leið og það ennþá 1. Mósebók 3. kafli. Við Adam sagði Guð: Vegna þess að þú hlýddir röddu konu þinnar og ástaf trénu sem ég bannaði þér að eta af, þá sé akurlendið bölvað þín vegna. Með erfiði skaltu hafa viðurværi af því alla þína ævidaga. Þyrna og þysla skal landið gefa af sér og þú skalt lifa á grösum merkurinnar. Í sveita þíns andlis skaltu brauðs þíns neyta þar til þú hverfur aftur til jarðarinnar, því af henni ertu tekin, því af mold ert þú og til moldar skaltu aftur hverfa. Og drottinn Guð gerði skinnkirtla handa Adam og konu hans og lét þau klæðast þeim. Og drottinn Guð sagði: Nú maðurinn orðinn sem einn af oss, fyrst hann ber skinn á gott og illt. Bara að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Og drottinn Guð lét manninn fara úr aldingarðinum Eden til þess að yrkja jörðina sem að hann var tekinn af. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Syndin hafði afdrifaríkar afleiðingar, því höfðingi þessa heims stjórnar ekki eins og Guð. Vegna syndarinnar varð akurlendið bölvað. Maðurinn skyldi erfiða alla ævina, strita alla ævi fyrir fæði og klæðum, þar til hann yrði aftur að mold jarðar. Lífið utan aldingarsins varð algjör andstæða lífsins innan hans. Hinn nýji höfðingi sér til þess að lífsbaráttan verði svo hörð að fólk hafi ekki tíma fyrir Guð. Og Guð veit að snjallasta bragð hans að fá fólk til að efast að Guð sé góður. Fá fólk til að kenna Guði allt sem miður fer. Því hann vill að fólk missi trúna á Guði.
Þannig sigrar höfðingi þessa heims. Þegar við áttum okkur á því hver höfðingi þessa heims, þá skiljum við betur hvers vegna ástandið í heiminum svona. Það hver höndin uppi á móti annarri. Allstaðar eru deilur og illindi, eða eins og Jesús sagði, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Valdabaráttan allstaðar í öllum stigum þjóðfélagsins. Hvað til ráða og getum við breytt einhverju? Fyrsta skrefið að gangast á hönd hins góða. Eins og Páll skrifar í pistlinum, látið ekki náð Guðs sem ykkur gefin verða til einskis. Þiggið gjöfina sem Guð gaf ykkur. Nýtið hvern dag til samfélags við Guð, því við höfum aðeins daginn í dag. Gærdagurinn liðinn og morgundagurinn ókominn. Páll skrifar, nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Látum sjást á hvern við trúum og hverjum við treystum. Jafnvel þótt lífið reyni á okkur, látum hið góða sigra. Trúum á kærleika Guðs, loforð og fyrirheit. Verjumst hinu illa með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætis til sóknar og varnar, í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Í þrengingum sínum, nauðung og andstreymi, sagðist Páll vera hryggur, en þó alltaf glaður. Fátækur en auðga þó marga, öregi en eigi þó allt. Þetta viðhorf gat hann tamið sér, því að hann horfði til Guðs ríkis. Já, þema dagsins freistingin, prófið í eintölu. Biblían segir okkur ekki hvort Adam og Eva hafi orðið fyrir fleiri freistingum eða hvort þetta hafi verið svo eina og þau hafi fallið á fyrsta prófi. En í okkar lífi eru freistingarnar í fleirtölu. Þær eru á hverju horni og sumar þannig að við réttlætum þær sem góð verk. En leið og við höfum áttað okkur á að við létum blekkjast, þá skulum við nota hinn eina sanna áttavita og rétta stefnuna. Það fylgdi syndinni þegar hún kom í heiminn, að maðurinn myndi skynja muninn á góðu og illu, og við vitum að það ekki sama hvaðan gott kemur. Við breytum ekki hinum kristna boðskap okkur í hag, heldur viðurkennum við mistökin og lærum af þeim. Guð ávallt hinn sami. Hann elskar syndarann þó hann hati syndina. Hann breiðir út faðminn á móti okkur og allir englar himins syngja gleðisöng yfir hverjum syndara sem tekur sinnaskiptum. Því Guð kærleiksríkur og miskunnsamur Guð sem vill ekki að neinn glatist. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.